Hingað eru komnir tveir nýkjörnir fulltrúar á stjórnlagaþingið sem á víst að koma saman í febrúar held ég. Pavel Bartósek, stærðfræðingur og Eiríkur Bergmann Einarsson, stjórnmálafræðingur. Það er spurning bara fyrst, í hvaða stöðu er þetta þing? Það er dræm kjörsókn, lítil kjörsókn á landsbyggðinni, stjórnmálamenn að tala þetta niður margir. Þetta er kannski dálítið þröng staða ef hérna út það er ferið. Já, ég veit það nú ekki. Þetta Alþingi ákvað sem sé að kjósa til sérstaks stjórnlagaþings til þess að endurskoða stjórnarskrána sem hefur nú verið svo sem ætlunin að gera frá því að á lýðveldistökunni 44 en stjórnmálamönnum hefur ekki tekist að raunverulega nema bara mjög lítillega í einu. Og eftir hrunið að þá er tækifæri til þess að gera þetta. En auðvitað var þetta kannski, þetta er svona partur af fleiri þáttum sem eru í gangi hérna í endurreisninni og einhverju leyti hefur þessi leið verið umdeild. En ég veit nú hins vegar leyfa mér að mótmæla því að það hafi verið eitthvað sérstaklega dræm kjörsókn í þessu kjöri því að mér sýnist eðli þessara kosninga vera þannig að það að helmingur þeirra sem vanalega komi til þess að kjósa mæti í þessar kosningar sé bara allt í lagi og sé rauninni í takt við það sem við sjáum í sambærilegum kosningum í löndunum í kringum okkur. Við erum vön því að hafa úr fáum mjög vel þekktum kostum að velja og vera með eitt X sem við merkjum við, Sjálfstæðisflokkinn eða Samfylkingu eða hvernig sem það er eða einhverja forsetaframbjóðendur sem við þekkjum mjög vel. En nú erum við að biðja fólk að kynna sér 522 frambjóðendur og raða þeim í sem sé 25 manna röð og merkja inn númer hvers og eins. Þetta er auðvitað bara miklu flóknara mál og það er engin leið að ætlast til þess að allir sem að vanalega mæta á kjörstað leggi í þá miklu rannsóknarvinnu sem að það er í eðli sínu að velja þetta fólk. Þannig, og maður hefur auðvitað tekið eftir því að margir stjórnmálamenn að nota einhver svona aðstæður og eðli þessara kosninga til þess að tala verkefni niður og ég held að það sé nú kannski ekki mjög sniðugt. Verður þú var við það að menn sé að tala þetta niður, Pavel? Náttúrulega kjörsóknin var auðvitað ekkert sérstök. Ég meina það er bara tilfellið. Ég meina við hefum öll verið ánægð með hærri kjörsókn. Ég reyndar tek ekkert ég get ekkert sem maður sem hafði kjöri gert neitt annað heldur einfaldlega að bara vinna eftir þessu verkefni nákvæmlega eins og ég hefði verið korinn eftir annarri kjörsókn. Ég meina ég fer bara þarna með mín málefni og mína sannfæringu og vinna því. En ég meina það var auðvitað þannig að stuttu fyrir kosningar þá voru margir að segja að mikil kjörsókn myndi skipta miklu máli meðan hans forsætisráðherra til þess að þingið hefði sterkt umboð til þess að ráðast í mikla breytingar og reyndar held ég að þar hafi hún ekki geta gefið fólki sem var tortryggið á breytingar skilaboð hvað það ætti að gera. En ég veit ekki hver ráðlegt það hafi verið upp á það að auka kjörsókn í landinu. Ef þú ert annars vegar að fara í gegnum það að setja í gegnum 522 frambjóðendur og reyna að finna einhvern sem er svona vill ekki breyta miklu eða einfaldlega að gera þá eins og forsætisráðherrann segir og sitja þá heima. Ég er ekkert að segja, ég er alls ekki að segja að þetta fólk sem hafi setið heima í eitthvað tilkall til þess að krefjast minni breytinga á stjórnarskránni. En þetta var samt svolítið sett þannig upp fyrirfram, þannig að það er náttúrulega svolítið svona... En þetta verður náttúrulega notað til þess að draga úr vægi þingsins og það verður líka notað til að draga úr vægi þingsins hvað það er lítið fólk á landsbyggðinni og maður heyrði það alveg strax bara í fréttunum kvöldi eftir, þar sem að maðurinn kom og sagði að þetta verði aðalega fólk úr Silfri Egils sem hefði náð kjöri. Sem er alveg fjarstæðukennt. Þú er að þér að kenna. Hvernig komstu í Silfri Egils? Skjá einum? Ég hef verið á Skjá einum, já. En það er rétt, það er minna fólk á landsbyggðinni heldur en í á þingi klárlega. Ég meina venjulega í venjulegum kosningu þá finnst fólki af höfuðborgarsvæðinu sem fólki á landsbyggðinni sé overrepresenterað á þinginu. Nú er alltaf klárt að það er ekki tilfellið. Nei, það vantar fulltrúar á landsbyggðinni ólíkt því sem er þegar Alþingi kemur. Já, það er rétt. En þessi aðskilnaður landsbyggð og höfuðborgarsvæði er nú kannski ekki alveg eins skýr og erfið að setja upp. Margt af því fólki sem er inn á þessu þingi kemur af landsbyggðinni þó að það hafi lögheimili í Reykjavík. Sjálfur starfa ég á Vesturlandi og þó ég búi í Reykjavík þannig að tengslin á milli höfuðborgar og landsbyggðar eru þetta ekki svona skýr. Það er nú ekki eins og það sé einhver þannig gjá þarna á milli. En við á þinginu getum auðvitað ekkert að þessu gert. Þetta var það sem kom út úr kosningunum sem slíkum. Það er náttúrulega rétt hjá Eiríki, það er lítið hægt að spyrja þá sem ná kjöru á einhverjum ákveðnum forsendum af hverju einhver annar hafði ekki náð kjöru. Þetta er svolítið eins og þegar
það mæta fáir nemur til mín í tíma og ég spyr af hverju mæta svona fáir, sko. Það ekki rétt að fólki að spyrja fólki sem þó hefur mætt. En það breytir því auðvitað kannski ekki að þetta náttúrulega setur spurninguna kannski landið eitt kjördæmi í ákveðið samhengi. Ég meina, þetta kannski ákveðin hætta á því sem gerist ef að við höfum landið eitt kjördæmi, að fólki sem þekkt á höfuðborgarsvæðinu þekkt á öllu landi, en það ekki endilega öfugt. Það ekki endilega fólk sem þekkt heima í sinni sveit, sé þekkt á öllu landinu jafn mikið. Það kannski ekki svo góð hugmynd þegar allt kemur til alls. Það náttúrulega annað sem gerist í listakjöri, að ef við gefum okkur það að stjórnmálaflokkar seti fram lista og landið eitt kjördæmi, að þá myndi stjórnmálaflokkur sem ekki myndi huga að búsetu þættinum í samsetningu listans, að sá flokkur myndi jafnvel eiga þá undir högg að sækja. Þannig að það held ég að gerist við listakjörið, að þá passa menn upp á slíkt, en ef þú bætir við persónukjörinu eins og hérna núna, þá eru þetta þessi hætta til staðar. En það annað í þessu, það sko, hvernig þið spilast úr þessu. Nú til dæmis Alþingi búið að setja stjórnlagaþinginu starfsreglur, sem eru kannski ekkit reglurnar sem að stjórnlagaþingi vill síðan starfa eftir. Nei, hópurinn hittist í gær í fyrsta sinn og mér sýndist nú vera... Hittust allir í gær? Og þá var verið að fara yfir þessar starfsreglur. Og ég fæ ekki betur séð en þessum 25 manna hópi sé skipt upp í sko 5 þrepa stigveldi innan þessara starfsregla. Það búið að setja upp hierarki sem þannig að þú getur verið á einhver staðar á 5 þrepum. Getur verið forseti, varaforseti, nefndarformaður, kosinn fulltrúi í nefnd eða svona þar fyrir utan. Og mönnum finnst þetta held ég svolítið óþægilegt, hvað verið að skipta þinginu upp, og þetta kannski kerfi sem hannað utan þingflokka sem í átökum við hvern annan. Og þá þetta ákveðið kerfi til þess að svona vinna sig í gegn mótaðar tillögur sem að menn geta síðan gert einhverja breytingar við eitthvað slíkt. Þannig það getur verið að þetta sé óheppilegar starfsreglur og þingið þurfi einhvern veginn að vinna sig vinna með það. En það bundið að þessum? En sko, nota bene, þá lá þetta allt saman fyrir þegar lögin voru samþykkt. Starfsreglurnar eru bara útfærsla á þessum lögum og þessu verður ekki hægt að breyta. En meina, sko, mér finnst persónulega sem þessi hlutur, ég talaði það áður en sko innáðu kjöri, að það óheppilegt að af 25 manna hópi sé strax breytt þannig að 11 hafi rauninni aðeins meiri hlutverk gegn allir hinir. Það býr til svona survivor-keppni fyrsta daginn. En við skulum samt, sko, ef að flestir eru sammála það, þá nú hægt kannski að komast einhverju niðurstöðu án þess að fara að krefjast þess að þingið breytingur. Það myndi líka vera dálítið duttlunga fullt að við einhverjir færum að krefjast lagabreytingu út af því okkur finnst við ekki nægilega svona, það sé ekki verið uppfylla einhver okkar svona stöðu. En ekki bara hættan líka, nú til dæmis þú búin að segja það, það margir þarna sem að fara á þingið eru til dæmis þeirra skoðunar það verður mjög sterk auðlinda ákvæði í stjórnarskráni. Þú ert á móti því, veit ég. Sko ég er mótið því að auðlindir verður settar í þjóðareign. Já, ég hef skoðað það máli og skoðað 33 stjórnarskrár OECD-ríkja, af þeim eru helming með engin ákvæði með auðlindir. Þar fyrir utan mjög mörg ríki með skynsamlega ákvæði það að auðlindir skyldi nýttar á sjálfbæran og skynsamlegan hátt og einungis lítill hluti af þeim setur beinlínis í lög að það sé heimilt að hafa einhverju eignarréttar ákvæði það. Af þeim eru einungis 2 Evrópuríki, Slóvakía og Írland, sem hafa ákvæði það að ríkið eigi auðlindirnar. Og þeir eru þá skýrir því allavega, og þá má við setja einhvern hrós að þeir tala ekkert þjóðina, því það náttúrulega svo óljóst hugtak. Það setja bara ríkið í staðinn. En þetta ekki til dæmis eitthvað sem að gæti orðað til þess að bara það fara að myndast eitthvað svona stjórnmálaflokkar hérna inn í þinginu? Sko, það verður auðlindaflokkurinn og svo flokkurinn sem við Af svörum þingveldar þá verður það fámennu flokkur með við svona fyrstu niðurstöðu. En ég ætla samt að, sko, auðvitað maður mættur til að taka þátt í þessari vinnu af mestu heilindum og það þingið sett okkur það verk að búa til auðlindaákvæði og það eitthvað sem við skulum þá ráðast í, en reyna kannski að gera það með þeim móti að við fókusunum á markmiðin sem hljóta að vera þau, að auðlindir séu nýttar á sjálfbæran og skynsamlegan hátt, en ekki endilega því hvernig eignarrétti yfir þeim hátta hverju sinni. Við skulum kannski ekki binda hendur stjórnmálamanna og fræðimanna framtíðarinnar of mikið með hlutum sem kannski hljóma vel í dag. En þetta náttúrulega eitt af því sem gæti orðið
maður sér sko það eru deiluefnin þarna sem getur verið að fæðast, það er kjördæmaskipaninn, það er náttúrulega hlutverk forsetans, það eru auðlindirnar, ég veit ekki hvað menn fara síðan langt í að það er nú komið, það eru 2 prestar að henni og held ég sá 3. sem er mjög svona hlynntur kirkjunni sko, þannig að það geti, sko, prestaflokkurinn geti verið þessi sterkur gegn sko öllum hugmyndum aðskilnað ríkis og kirkju. Þannig að það verður dálítið forvitnilegt að sjá hvort þetta spilast, hvernig sko, af því fólk er bara eins og þeir, að það raða sig aðeins upp í hópa. Já, sko, við erum búin að vera í stöðugum krossaprófum hjá fjölmiðlum núna undanfarna daga þar sem verið að stilla þessu svona upp. En ég nú ekkert viss að það þurfi endilega að vera þannig. Það hlýtur að vera hægt í 25 manna hópi að menn setjist nú bara einfallega niður og ræði sig til niðurstöðu. Ég ætla ekki að gera kröfu það að stjórnarskrárfrumvarpið verði í einu og öllu nákvæmlega eftir því sem að ég myndi helst vilja hafa það. Heldur verður það væntanlega einhver sameiginleg niðurstaða þessar 25 einstaklingar sem að geta komið sér sko sameiginlega niðurstöðu og kannski er eitthvað af því sem að mér finnst í dag kannski breyti afstöðu minn í rökræðinni við félaga mín á þessu þingi og það er þannig að maður ætti ekki að gefa sér það fyrirfram að þó svo að áherslur séu ólíkar í upphafi vinnunnar að þá ætli menn að fara að grafa sig ofan í einhverja sérstakar skotgrafir strax á uppástöðunum. Hefurðu tilfinningu fyrir því hvernig þetta verður? Satt að segja ekkert endilega, ég meina það er fyrstu fundur með svona hópum oft, ég meina það reynir kannski ekkert ennþá á raunar átakalínur, við getum öll auðvitað verið sammála það sé gott að vinna þetta vel og komast að sameiginlegri niðurstöðu, það kannski kemur á daginn hvort það verður raunin. Þetta er svona þessu fólk sem að fara saman í ferðalag og þetta er svona voðalega varfærnir fyrstu dagana svo koma sko karaktereinkenni smátt fram, þetta verður mjög forvitnilegt. Fáum Jón Baldvin rétt á eftir.